Láki, mæti hérna Gróttu á Nesinu, 1-0 tap, þú lítur að vera bara svektur. Já, þetta var bara auðvitað jafn leikur og mikið í húfi fyrir bæði lið og já, gríðarleg vonbrigði að tapa þessum leik. Eins og segir, mjög mikið í húfi, það er alveg rétt, tvö lið sem að berjast bara fyrir lífi sín deildinni. Svona fyrir áleikurinn, Grótta betri, svona leiku tveggja hálfleika, þeir voru betri seinni, sammála því? Já, mér fannst Grótta aðeins ofan á í fyrri áleik, en mér fannst við betri í seinni og það var svona bara næstu því leikur. Bara, þú veist, sköpum okkur færi, það var rosalega góða stöður en ekki nógu mikið að dauðafærum fyrst mér til þess að klára leikinn. En Grótta fékk svo bara eitt gott færi, í seinni áleik fá þeir eitt gott færi en mér fannst við spila vel í seinni áleik en bara það vantaði bara verslega muninn, sko. Hvað vantaði? Hvað vantaði til að setja boltann yfir línu? Bara stóru tanna og kannski ákvörðunartöku á síðasta þreifung, það var kannski það sem vantaði og söknum við líka aðeins Alexander í þessum leik, sko, mikið að fyrirgjöfum og svona, þannig að þú veist, hann spilar hérna bara í lokin. Ég ætla að spyrja það, af hverju spilar hann bara 13 mínútur pluss upp? Hann er bara búinn að vera meiddur og við svona fundum ekkert fyrir bara sent í gærkvöldi svona einhverja lausn að hann geti spilað eitthvað og ákveðum að taka með, en að vona að hann ná úr sig fyrir næsta leik. Hann gæti ekki tekið eina auka verkefni og spila aðeins meira í dag? Nei, það var aldrei planið, sko. Við treystum alveg Ingimar til þess að spila, þannig að við erum annan góðan senter, þannig að það var aldrei planið, nei. Dómarleiksins Vilhjálmur Alvar, hann var í Sviðsólfsson í dag. Hvernig svona, hvað þið áttu að fá allavega 1 víti, 2 í 1 í fyrri hálfleik, 1 í seinni. Hvernig fannst þér Vilja á flautin í kvöld, dag? Ég veit ekki hvað ég segja. Þetta er bara náttúrulega veit maður er búinn að sjá vítið, sko, í fyrri hálfleik sem þeir fengu, það var fyrir utan teig, þannig að það er aukaspyrna. Og svo eigum við þessi 2 atvikarnir sem að sleppi vítið á og þetta er auðvitað bara rosalega stórt og dýrt og já, en það skiptir vist engum máli hvað maður segir, þetta er ekki fyrsta leikurinn í sumar hjá okkur, þá bara getum farið bara í síðasta leika sem við áttum að fá vítið á Día og því miður, en þetta kosti okkur leikinn í dag, dómgæslan. Það er bara þannig og það veit allir sem horfa á þennan leik. Förum aðeins í lokaumferðina, fái Grindavík heim, er það ekki rétt sem er? Það er bara leikur sem þið verðið að vinna og bara óska eftir að allir Þórsarar mæta í stúkuna í næstu helgi. Já, það er bara þannig, þú veist, þetta er bara í okkar höndum og við vissum svo sem að við þurftum 1 sigur til þess að halda okkur uppi og við ætlum bara að vinna leik næsta helgi og klára þetta. Má segja þegar við horfum svona í allt sumari bara vonbrigða tímabil að við erum ekki með, hvernig horfum við á þetta svona þegar einum fyrir eftir? Við erum bara á þeim stað sem við eigum að vera á. Þú var spáð eitthvað 8. og 9. sæti. Við erum á því róli, deildin er bara þannig að það eru 3 kannski yfirbara lið, það er í á Afturelding og Fjölnir að mínum mati. Og svo eru þarna einhver millilið og svo eru hin liðin bara svipuð fyrir utan Ægi sem er náttúrulega fallið. Þannig að við getum ekkert sagt við séum eitthvað betri en hinnir af þessar í kringum okkur. Þetta er bara mjög jöfn lið þessi lið sem hafa verið í fallbaráttu. Og Grindavík kláraði það í dag og Grótta fór langleiðina með það út á markatölu held ég. Þannig að þetta er bara það sem er í boði fyrir okkur. Við þurfum bara að gefa allt í þetta í næsta leik og klára þetta á heimavelli. Þannig að við tel okkur verið í góðri stöðu til þess að gera það.